Frá Bláa lóninu, stærsta fyrirtækinu í auðlindagarðinum á Reykjanesi, yfir í lykilaðilann í þessum magnaða garði, en það er auðvitað HS Orka. En forverið þess er Hitaveita Suðurnesja sem hóf orkuvinnslu í Svartsengi í Grindavík fljótlega eftir stofnun sem var í lok árs 1974. HS Orka rekur 2 jarðvarma virkjanir í Svartsengi og Reykjanesvirkjun sem er skammt frá Reykjanesvita. HS Orka er eitt stærsta orkufyrirtæki landsins og í næstu þáttum munum við fjalla ýmsa þætti í rekstri þess og framtíðar möguleika í orkuvinnslu. Við hittum Ásgeir Margeirsson forstjóra og spurðum hann fyrst út í tímabundna erfiðleika í orkuvinnslu á Reykjanesi. Staðan á því er mjög góð núna. Það er rétt, það voru tímabundnir erfiðleikar, sérstaklega árunum 2016 og 2017. Það er rétt að hafa í huga að Reykjanesvirkjun var tekin í notkun árið 2006 og það tekur tíma að læra á nýtt jarðhitasvæði, hvernig það bregst við vinnslu og hvernig því er best fyrir komið. Og svona frá 2013-14 þá fór að bera á minnkari vinnslu á Reykjanesi, örlítið. Virkjunin er 100 megawatt og sumarið 2016 var hún komin niður í rúmlega 80 megawatt og þá urðum við fyrir áfalli. Og vinnslan datt niður í rúm 60 megawatt sem var mikið og þungt högg fyrir okkur. Og við réðum ráðum okkar og fengum til aðstoðar við okkur innlenda sérfræðinga til að greina málið í hörgul og hófum mikla vinnu sem allir starfsmenn HS Orku komu að með einum öðrum hætti með það markmiði að auka vinnsluna aftur. Í stuttu máli þá að svona ári síðar haustið 2017 var vinnslan komin aftur upp fyrir 80 megawatt sem hún hafði verið áður og svo hélt hún áfram að aukast og þangað til að haustið 2018 var hún komin í fullt afl og meira að segja núna fyrir nýliðin áramót komin aðeins umfram það. Þannig að vélarnar hafa verið að keyra svona aðeins umfram hámarksálag, ef svo má segja, eða hámarksgetu síðan seint á síðast ári. Þetta hefur verið gert án þess að vera að bora nýjar holur eða auka upptektina úr svæðinu. Þetta snýst stýringu á vatnsborði jarðhitageymisins. Við höfum einfaldlega lært svo ofboðslega mikið í gegnum þessar hremmingar og það er engin skaði skeður á auðlindinni. Hitagjafinn, heitabergið er til staðar, vatnið er til staðar, vökvinn er til staðar og þetta er meira spurning um það hvernig við högum vinnslunni. Þannig að svona megi vera til langra framtíðar og við erum í dag mjög bjartsýn á langvarandi stöðuga endurnýjanlega vinnslu á Reykjanesi. Eins og sagan hefur reyndar sýnt í Svartsengi þar sem að reynslan er orðin yfir 40 ár. Og við ætlum að gera enn betur en það því bæði á Reykjanesi og í Svartsengi eru núna uppi áform að auka framleiðsluna án þess að taka meira upp úr jörðinni. Reykjanesvirkjun er 100 megawatt og við ætlum að bæta við einni 30 megawatt einingu og fara þá upp í 130 megawatt og fyrir því eru öll leyfi til staðar. Og það ætlum við að gera án þess að taka meira upp úr borholunum, heldur nýta betur það sem kemur til yfirborðs í dag. Svipað ætlum við að gera í Svartsengi, þar sem að elstu einingarnir í vinnslu eru að vera 40 ára gamlar. Við ætlum að taka út elstu einingarnar sem eru frá 30 upp í 40 ára gamlar, setja eina nýja einingu í staðinn sem mun tvöfalda afkastagetu gömlu vélanna með sömu auðlindanýtingu. Og þá bætast við það bil 10 megawatt við vinnsluna í Svartsengi aftur án þess að taka meira upp úr jörðinni. Þetta er bara bætt nýting. Hvað fer Svartsengi þá í? Svartsengi er í dag 74 megawatt og fer þá í 84. Reykjanesvirkjun fer úr 100 í 130. Og það er nóg eftirspurn eftir þessu rafmagni. Segðu mér, hvað er það sem að gerist? Er þetta eins og með betri nýtingu í Svartsengi og náttúrulega Reykjanesi, er þetta ný tæki eða eru þið að fá meiri þekkingu á þessu eða bæði? Þetta er sambland af hvoru tveggja. Annars vegar er til betri vélbúnaður í dag til þess að nýta breiðara þrýstisvið ef svo má segja. Og við höfum líka lært mjög vel á það hvernig skynsamlegast er að nýta það sem upp úr jörðinni kemur. Við köllum það jarðsjó, það er vökvinn sem er í Bláa lóninu
Það sem upp úr holunum kemur annars vegar gufa og hins vegar jarðsjór. Gufan notuð inn á vélasamstæðurnar og jarðsjórinn svo jafnvel látin sjóða meira niður til að mynda lágþrýstigufu til þess að framleiða meira rafmagn eða með öðrum hætti. Þannig að þetta sambland af aukinni þekkingu, reynslu og framförum í búnaðinn. Og okkur þykir þetta gott, við erum stolt af því að geta byggt á þessari 40 ára reynslu og horft til langra framtíðar, miklu meir en 40 ár fram í tíman, að geta aukið vinnsluna án þess að taka meira upp úr auðlindinni. Og það gaman líka að segja frá því núna að eftir viðsnúningin til hins betra á Reykjanesi og smávægilegar viðbætur í Svartsengi á þess að bæta við vélbúnaði, þá raforkuframleiðsla HS Orku í dag í sögulegu hámarki. Hún hefur aldrei verið meiri, á þess að hafa bætt við vélum. Og við höfum líka nýlega aukið við heitavatnsframleiðsluna og erum að horfa til þess hvar og hvenar við þurfum að auka hana enn frekar því að byggðirnar á Suðurnesjum stækka svo hratt. Það tala með þessa miklu aukningu og segir að það mikil þörf fyrir hann út í gerfinu. Já, við byrjum á kannski vatninu, að þá erum við fyrsta lagi núna í samstarfi við sveitarfélögin að horfa til þess að það þurfum við að finna ný vatnsból fyrir byggðirnar á Suðurnesjum og það verið að vinna að því verkefni. Samhliða þarf einnig að kortleggja til þess að síðar geta ákveðið hvar og hvernig við ætlum að framleiða meira heitt vatn. Það má búast við því að eftir 5 ár eða rúmlega það, örugglega innan 10 ára, þá þurfum við að vera til meiri framleiðslugeta á hitaveituvatni og við þurfum þá að hafa varmagjafan til þess svo og ferskvatni sem hitað upp. Og það verið að skoða í dag nokkra möguleika á því. Hvað raforkumarkaðinn varðar, þá staðan búin að vera þannig í nokkur ár að rafmagn hefur verið svona það bil uppselt á Íslandi. Það lítið rafmagn til aukinna notkunar. Og stærri notendur sem hafa viljað töluvert mikið rafmagn hafa sumir hverjir þurft að hverfa frá því að það hefur ekki verið til rafmagn fyrir þá, hvorki ekki okkur né öðrum. Við erum nú mest að horfa til þess sem við köllum almenni markaðurinn. Það eru heimili og venjulegu fyrirtæki og þjónusta í landinu. Það sé ekki stóriðjumarkaðurinn, þó við sinnum honum líka. Stóriðjumarkaðurinn tekur 80% af rafmagni í landsins í dag og almenni markaðurinn 20%. Það á vegum Orkustofnunar til nefnd sem heitir Orkuspárnefnd og hún gefur út raforkuspá þar sem reynt að horfa fram í tíman hversu mikið rafmagn þarf að vera til reiðu í landinu í framtíðinni. Og Orkuspárnefnd gerir ráð fyrir því að á hverju ári, næstu 15-20 árin og jafnvel lengur, þurfum við að bætast við framleiðslugeta upp á að jafnaði svona 15 megawatt á ári. Það tekur mjög langan tíma að undirbúa hvert og eitt af þessum verkefnum, þannig að við horfum bara 10-15 ár fram í tíman, að þá þarf 150 megawatt í viðbót, sem nokkuð mikil aukning. Og þá ekki verið að tala um kísilver eða gagnaver eða jafnvel ekki einu sinni rafvæðingu í samgöngum eða rafbílana. Það stundum svolítið gaman að setja þetta í samhengi við hérna frægu óformlegu byggingakranavísitölu. Það svo mikið af byggingakrönum í landinu. Allt sem þeir eru að gera leiðir á sér rafmagnsnotkun, alls staðar. Og samfélagið þarf meira rafmagn og það verða þrengingar ef ekki verður brugðist við með því að auka við framleiðsluna. Og við ætlum að taka þátt í því til þess að sinna þörfum samfélagsins. Hvernig sjáu þið enn frekari virkjun, hvernig ætla að ná í meiri orku á næstu áratug til dæmis, eða 15-20 árum? Það eru svona 3 leiðir, það í jarðvarma, það í vatnsafli og það í vindorku. Og í jarðvarmanum það þá fyrst þessi umrædda stækkun á 30 megawatt á Reykjanesi og síðan lítil stækkun með bættum vélbúnaði í Svartsengi. Við sjáum svo fram á nýtingu auðlindarinnar í eldvörpum líka. Það vissulega að vera viðkvæmt mál, en það eru allar heimildir gefnar og öll leyfi til fyrir rannsóknarboranir í eldvörpum. Og við ætlum að rannsaka þá auðlind betur en gert hefur verið. En það eru líka allar líkur til þess að verði svo auðlind nýtt þá verði ekki reist orkuver í eldvörpum sjálfum. Heldur töluvert langt frá. Jafnvel nær Suðurströndinni fyrir vestan Grindavík, þar sem að virkjun geti verið reist með
svipum hætti á Reykjanesi þar sem að vélar eru sjókjaldar og þar verður til volgur sjór til fiskeldisnota eins og gert á Reykjanesi og á þessu svæði einmitt mjög mikið fiskeldi og þar verður hugsanlega einnig unnið þá sú viðbót sem þarf í heitaársframleiðslunni fyrir byggðirnar og það geti komið þaðan. Þetta eru verkefni á svona könnunarstigi. Nú síðan sjáum við fyrir okkur hugsanlega frekari aukningu á Reykjanesi en við erum með leyfi til að stækka þá virkjun í 180 megawatt og þar kemur inn í myndina fræg vélasamstæða sem búin að vera til allt nokkuð lengi, stendur inn á gólfi á Reykjanesi. Það hefur ekki verið til gufa fyrir þá vél ennþá, en það sem við höfum verið að gera undanfarið og erum að gera í dag ásamt með prófunum á djúpborunarholunni sem eru framundan á þessu ári, þá kunna að vakna möguleikar á því að nýta þá vél á Reykjanesi, þannig að við fullnýtum þá heimildir okkar til orkuvinnslu á Reykjanesi. Þannig að hún verið notuð í tengslum við djúpborun? Það er hugsanlegt. Við vitum það ekki alveg ennþá, það fer eftir því hvað holan gefur og hvers konar efnafræði, hitastig og þrýsting er að ræða, en það gæti farið svo, já. En við erum þess fullviss að vélin verið notuð þó síðan verði á annar staðar. Aðeins aftur meira varðandi eldvörp, hvað eru þið með einhverja stærði í huga þar sem þið ætlið að sjá út úr þessu? Já, á sínum tíma var nú talað 50 megawatta raforkuvinnslu í eldvörpum. Við erum ekki að horfa til þess, við erum að horfa til 30 megawatta. Það er ein hola í eldvörpunum þegar, hún var boruð árið 1983, hún er orðin býsna gömul, það styttist í fertugt. Hún gæti gefið svona 6-7-8 megawatt sú hola, það er búið að prófa hana aftur nýlega og við teljum að með því að bora á eldvarpasvæðinu verði hægt að nýta 30 megawatt. Erum við að tala mikla byggingaframkvæmdir og annað á svæðinu? Ekki á eldvörpum sjálfu, nei. Það þarf vissulega borteiga og að bora, en borteiga er í sjálfsagt að fjarlægja aftur, en að það eru þá gufulagnir. Þar getur hugsanlega einhver leyti verið neðanjarðar, til dæmis ofan í vegi og sjást ekki á yfirborði og leitt í burtu frá svæðinu og það er mjög stíft hort til þess að hreyfa ekki við gígaröðinni í eldvörpum og meira að segja frekar að reyna að snúa við þeirri þróun sem þar er, þar sem að ágangur gangandi fólks er farin að setja mark sitt á gígaröðina. Mosi skemmist og gönguleiði traðkast og þess áttar því það er frjálst aðgengi þarna um. Við teljum að það fari þá saman eins og svo víða annar staðar að orkuvinnsla og ferðaþjónusta geti unnið í takt og sátt við náttúruna og hvorn annan með því að bæta aðgengi og stýringu og verndun svæðanna.